En Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, sestur í Helga Seljan. Velkomin í Kastljós, Hörður. Takk fyrir. Svo bara byrja aðeins á þessari yfirlýsingu sem Alcoa sendi frá sér í dag í kjölfarið þessum fundi með þessum hagsmunaaðilum fyrir norðan. Þar kemur fram nokkuð hörð gagnrýni á hlut Landsvirkjunar í þessu í framhaldi af þessari viljayfirlýsingu sem var undirrituð árið 2006. Miðað við það sem talað í henni og það sem síðan að koma í ljós núna með það sem að forsvarsmenn Alcoa segja, þá nú mikill munur þar á. Hvað hefur eiginlega breyst? Það sem hefur breyst, við kannski höfum ekki alveg sömu sýn á að það hafi mikið breyst í raun og veru, en það sem hefur breyst það að kannski orkan sem var í menn byggumst við að varjusvæðinu, hún hefur heldur dregið úr henni. Það var stórt svæði í Kröflu, svo þetta vestursvæði í Kröflu sem reyndist ekki vera hægt að nýta til raforkuvinnslu. En í raun og veru kannski það sem hefur breyst að við höfum gert öllum þeim aðilum sem við erum að ræða við það alveg ljóst að við erum að tala um að virkja jarðhita og jarðhitavirkjunum fylgir áhætta sem við teljum að það sé eingöngu hægt að taka fyrsta skrefið sem eru 200 megawatt, síðan verðum við að sjá hvernig auðlindin hegðar sér og hvernig frekari vinnsla á svæðinu hvernig það skilar. Þetta gjörólíkt heldur en vatnsaflið. Vatnsaflið getum við reiknað alveg út og skuldbundið okkur áður en við byrjum verkefninu. Það bara ekki hægt í þessu verkefni. Býtu, að því að það var, þú talar 200 megawatt núna, það var í rauninni þessari viljayfirlýsingu var gengið út frá því að þarna væru 400 megawatt af virkjanlegri orku. Var þar að leiðandi svona svakalega mikið vanmat að ræða hjá þeim sem að undirrituðu þessa viljayfirlýsingu á þeim tíma? Ég kom náttúrulega ekki að því á þeim tíma, var ekki starfandi á fyrirtækinu á þeim tíma, en ég held nú að menn hafi kannski horft til annarra möguleika líka. Þetta var kannski áður en Becrum alveg byggt á Akureyri sem menn voru að skoða þetta líka, þá var orka laus á Norðurlandi. En það munar 200 megavöttum eitthvað síður, það er svolítið mikið. Já, en það líka sem alveg ljóst að kannski við erum ekki tilbúin að taka þá áhættu í dag sem að kannski menn voru kannski tilbúin á þeim tíma að garantera það að öll orka sem við teljum að sé þarna, sem er eingöngu bara yfirborðsmælingar sem við höfum gert, sem fylgir verulega óvissa og það gerir það verkum að við getum ekki skuldbunduð fyrirtækið að afhenda orku sem við vitum ekki hvort á staðnum. Við erum eins og höfum sagt það við aðila sem við erum að ræða við að við erum tilbúinir að undirrita viljayfirlýsingu að ef að orkan finnst að þá séum við tilbúinir að tryggja það að þeir fá hana. En við getum ekki tekið ábyrgð á því ein og sér að jarðhitaauðlind að þessari stærðargráðu sé aðgengileg. Kom þá ekkert til greina hugsanlega þá að í þessu ferli að þið myndu dreifa þessar áhættu á milli, af því að nú þetta Landsvirkjun þurft að taka þessa áhættu ein og sér þegar þetta hefur verið gert áður, en kom það ekkert til greina? Það er mikilvægt að hafa því huga. Við erum náttúrulega að ræða við fjölmarga aðila nýtingu orku á Norðausturlandi og við hefum sagt það að við erum að ræða við 5 aðila sem eru í alvarlegu viðræðum við okkur. Alcoa eins og ekki einn af þeim aðilum sem hefur verið í þeim. Þar á meðal eru stórir aðilar sem hafa áhuga að nýta raun og veru alla orku sem í boði á svæðinu og þeim hefur verið algjörlega gert það ljóst að það yrði sent í skrefum. Við gætum tekið fyrsta skrefi sem gæta hámarki orðið 200 megawatt sem meira að segja stórt og aggressíft skref á margra mati, en síðan þið frekara vinnsla væri síðan háð í hvernig jarðhitageymurinn, hvernig jarðhitaauðlindin mun bregðast við og það veit enginn. En kom það einhvern til umræðu að dreifa þessar áhættu, sem ég spurði á? Já. Það er það sem þessi aðilar sem við erum að ræða við, sem eru aðrir en Alcoa, að þeir eru alveg tilbúin að skoða það með okkur, að taka það áhættu með okkur. En Alcoa var ekki tilbúið í það? Nei, viðræður komast aldrei á það stig. Bursið frá þessu sem þú talar um að það sé ekki áhættuna virði og það hafi svo ýmislegt breyst. Þetta ekki samt þegar á öllur á botni hvolft, þetta ekki bara spurning um pólitík? Nei, það engin pólitík í þessu, þetta eingöngu viðskiptalegs eðlis. Við sem stjórnum Landsvirkjun berum ábyrgð á rekstri félagsins og meðal annars gríðarlega miklum skuldum félagsins og við getum að engan hátt sér tekið áhættu rekstri fyrirtækisins sem getur sett reksturinn í uppnám. Og það að ábyrgjast það að afhenda orku mjög stór ákvörðun og það þarf að vera nánast mjög litla líkur og getur ekki afhenda, annars munu fyrirtækin sem þú ert að afhenda munu gera kröfu á því skaðabætur eða afhendir ekki. En að því þú talar um að þetta hafi snúist fyrst og fremst áhættuna, það kom aldrei til þess einu að þið mynduð þá bjóða Alcoa að dreifa þessari áhættu með ykkur? Það hefur komið, ég ætlum ekki að fara út í dítela í því hvernig við erum okkur við Alcoa en það er trúnaðarmál. En að sjálfsögðu stóð þeim boða eins og öðrum sem við erum að ræða við. Þeir hafa semst ekki viljað það? Umræðum komast ekki á það stig.
Sko, miðað við það er líka talað um það að verðið hafi hækkað frá því sem áður hefur tíðkast. Sko, er það ekki líka ákveðin pólitík að ganga fram með þeim hætti að þið ákveðið að verðleggja þetta það hátt að miðað við það sem að forstjóri Alcoa segir að Ísland sé ekki lengur samkeppnishæft þegar kemur að álverum? Já, við teljum okkur vera fyllilega samkeppnishæf. Það við höfum lagt mikla vinnu að greina raforkumarkaði víðs vegar heiminn og við teljum okkur vera og við höfum verið að ljúka samningum við fyrirtæki í samræmi við okkar stefnu, þannig að við teljum okkur alveg vera samkeppnishæfir raforkuverði. En hann vísar til þess að Alcoa sé að byggja álver í Kanada, Bandaríkjunum, fleiri stöðum. Er það þá rangt sem hann heldur fram? Ég hef náttúrulega ekki séð þá samninga en við teljum að þetta er ekki bara það sem er líka að gera sér grein fyrir að kostnaðarverð okkar hefur hækkað verulega. Bæði má segja að þeirri orkukostir sem menn voru að fara hérna áður fyrir, það voru bestu kostirnir, þessi kostir sem erum núna að fara í eru dýrari. Fjármagnskostnaður okkar hefur hækkað verulega og svo má segja líka bara arðsemi Landsvirkjunar hefur gegnum tíðina verið of lág. Þannig að það er algjörlega nauðsynlegt að verðið hækki og við teljum alveg að það sé eftirspurn eftir þessari orku á þessu verði sem við erum að tala um. Hversu miklu hærra verð erum við að tala um? Ja, það er trúnaðarmál. Það er eftir við hvað og miðar, en við erum líka ekki að tala um álvertengingar. En getur þú gefið okkur einhverja hugmyndu það? Skiptir þetta 20%? Já, það skiptir 20%. Þannig að það er það mikið hærra sem verið að tala um núna frá því sem var áður? Kostnaðar okkar hefur hækkað 20%. Sko. Við vorum okkar helsti kostnaðar í fjármagnskostnaðar og við gátum fjármagnað okkur með svona innan við 1% álag á millibankavexti. En núna þurfum við lánsfé okkar er svona á 3% yfir. Þannig að það er mjög mikil hækkun okkar kostnaði sem verður að endurspeglast í því verði sem við seljum á. En þú talar um að það séu fleiri aðilar, sko, það liggur auðvitað fyrir að það viljayfirlýsing hún rann úr gildi 2008. Hvers vegna er enginn búinn að kaupa neina orku þá síðan ef það er svona auðvelt að selja þessu orku? Það er ekkert fast í hendi með það? Nei, það er alls ekki auðvelt að selja orku í dag, sérstaklega með ástandi í efnahagsmálum í heiminum. En sá prósess að senda undirrita samninga, þetta er að lágmarki 2 ára ferli frá því að menn byrja að ræða saman og þangað til samningar eru undirritaðir. Og mjög margt getur gerst á því þeir ferli og menn geta fallið út á ýmsum ástæðum og kannski þetta sem við sjáum hérna er kannski sýnir hversu mikilvægt er að hafa fleiri en eitt járn í eldinum, að vera að ræða við nokkra aðila eins og við erum að gera. Og við erum að ræða við 5 aðila sem eru í alvarlegu viðræðu okkur. Það er ekki ljóst hvort við náum að ljúka þeim samningum. Það er kannski fyrst og fremst ástandi í efnahagsmálum heimsins sem við höfum áhyggjur af. En það eru þó nokkur aðilar sem eru komnir langt í ferlið og við bindum vonum við það að takast til ljúka því. En nú er auðvitað mikil reiði á Húsavík og reyna víða um land yfir þessari stöðu sem upp er komin. Sko, Húsvíkingar upplifa það margir hverjir þannig eins og þeir hafi hálfpartinn bara verið fíflaðir. Hvað finnst þér skilur ekki að vissu leyti þeirra áhyggjur af þessu, með hversu langan tíma þetta er búið að taka? Já, við höfum alltaf komið mjög hreint og beint fram í þessu máli og bara tilkynnt það að við værum að ræða við fjölmarga aðila og við höfum aldrei gefið það í skyn. En hafið þið gert það? Þegar þú voru nú gendilega þú sko að þá gerðu þið ráð fyrir því 2006 að það væri hægt að virkja 400 megavött. Þið treystuðu ykkur núna í helmingina því, það er nú ekki alveg. Það virkar nú allavega ekki mjög traustvekjandi. Sko viljayfirlýsing 2006 var náttúrulega mjög gróf. Það var ekki talað um afhendingartíma og annað þess háttar og menn voru að kanna svæðið þá þannig að nú vita menn meira um svæðið. En við höfum aldrei gefið það í skyn að við varum nálægt því að ljúka samningu við Alcoa. Aldrei. Þannig að það er ef menn eru vonsviknir gagnvart því að þá er það gagnvart einhverjum öðrum en okkur. Forstjóri Alcoa var í viðtali í Fréttastöð 2 áðan þar sem hann var spurður út í það fjármagn sem þeir hefðu væri búin að leggja í þetta verkefni og talað um 2 milljarða. Það var eitthvað tala sem fleygt fram. Sko, hann var spurður að því hvort að þeir ætla að sækja eitthvað því fé aftur til ríkisins. Telur að þeir eru einhverja möguleika á því? Einhverja endurkröfu á ríkið varðandi eitthvað af þessum fjármunum? Nei, ég heldur ekki endurkröfu á ríkið en það eru samningar bæði við Landsvirkjun og Landsnet þar sem þeir geta óskað eftir endurgreiðslu á ákveðnum hlutum. Hversu mikið er það? Hjá Landsvirkjun er það 300 milljónir. Og það er eitthvað svipað hjá Landsneti? Ég heldur það svipað hjá Landsneti, já. Þannig að það eru 600 milljónir sem það þarf að endurgreiða þeim núna? Já, sem að það er hluti af undirbúningskostnaðinum það var þáttaka þeirra í undirbúningskostnaðinum að þegar ef við seljum þetta öðrum að þá náttúrulega nýtist það á sama hátt.
enga síður svona í lokin, hversu, hvenar heldur það eitthvað skýrist varðandi það hvort og þá hvenar verður virkjað til einhverjar, til þess væntanlega að koma á fót einhverju atvinnustarfsemi á Húsavík? Já, nú þegar eru byrjaðar framkvæmdir sem við hefum verið í borunum aðstöðusköpun á Þeistareykjum í sumar og við böðum út fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá böðum við út hönnun virkjanna, þannig að það er hérna stórt ráðgjafarverkefni sem tvær íslenskar verkfræðistofur eru með, 3 milljarða verkefni sem er núna komið í gang. Við erum það hefur ekkert breyst í raun og veru hjá okkur gagnvart Norðurlandi, við erum með viðræðum við þessa 5 aðila. Það er viðræður að ganga ágætlega. Það er þó ekkert í hendi, þetta er skýrt fram og við vonum að þær skili árangri. En það verður að koma í ljós hvernig ástandið þróast í heiminum, hvernig það verður, en það hefur raun og veru þessi yfirlýsing í dag breytir engu áform okkar á Norðurlandi og er raun og veru ekkert sem kom okkur á óvart. Takk fyrir komuna í Kastljósið. Takk.